Rafskútur eru að mörgu leyti frábær samgöngumáti, en þetta ný samgöngumáti sem við þurfum öll að læra á að nota á öruggan hátt. Því miður það bara þannig að það allt of mörg sem slasa sig við að nota rafskútur. Og þess vegna langar mig að gefa ykkur nokkuð góð ráð hvernig við getum verið örugg á rafskútum. Eins og til dæmis, ef við erum að leigja okkur hjól, þá þurfum við að tjekka á handbremsunum og inngjöfinni hvort að það virki ekki örugglega, þannig að við séum nú örugg þegar við erum komin á okkur hraða. Og svo það að fara ekki of hratt. Það getur skapað mikla hættu. Svo megum við náttúrulega alls ekki vera fleiri en 1 á hlaupahjóli. Svo þegar við erum að fara yfir götu, þá verðum við að fara yfir á göngurhraða, þannig að bílarnir eigi nú séns á að sjá okkur. Og svo þegar við erum búin að nota það, þá þurfum við að passa okkur að leggja því, þannig að það sé ekki fyrir öðrum vegfarendum. Svo líklega það mikilvægasta, að fara ekki á rafskútu undir áhrifum. Það koma svona 2 til 3 einstaklingar yfirleitt á hverjum degi á bráðamóttöku Landspítalans út af áverkum út af rafskútum. Í flestum tilfellum þetta minniháttar áverkar, en það nokkuð það að fólk fari of hratt, steypist fram yfir sig og fái leiðilega andlitsáverka, handleggjaáverka eða jafnvel heilaáverka við þetta. Heilinn einn mikilvægt hluti heilans og í raun og veru sá hluti sem gerir okkur að manneskjum, hjálpar okkur að hugsa og taka ákvarðanir. Þannig ef að framheilinn skadast, þá hefur það mjög slæmar afleiðingar. Rafskútur eru svolítið öðruvísi en reiðhjól, en rafskúturnar eru með mjög lítil dekk og þess vegna geta þau verið óstöðugar þegar maður komin á svolítið hraða. Þess vegna þarf að fara varlega og sérstaklega passa sig á hraðanum á rafskútunum.